Já, hæ, sportryggi. Það að gera spá fyrir þig. Ég setti mér það kerti hérna. Kveikt á kerti, það er bara kósí fílingur. Hérna. Og það kannski eru þið svolítið í ykkur svona kósí fíling. Og svona það er búið að vera, það verði í kannski. Það er náttúrulega bara morgun hérna sko og það er ekkert eitthvað, maður er ekkert yfirleitt að kveikja á hvert kerti á miðjum degi. En ég er hérna með orgelspil, Animal Oracles, sem ég ætla að fá eitt hérna fyrir ykkur og sjá svona hvernig hvað Animal Spirit er yfir ykkur, við hverju það megi búast og svona hvað er yfir ykkur. Svo er ég með hérna Meditation, tíbeska flautu, það er að segja. Þetta er svona healing meditation, svona. Þannig ég ætla að fá eitt hérna fyrir ykkur sportreka. Og það sem fannst hjá ykkur það er svona að vera að spá og spekula og það er rosa mikið bara svona ástina hjá ykkur sportryggi. Það er svona hvert ég að fara, hvað að gera og eitthvað fleiri sko. En það er eins og að sé hérna eitthvað að koma inn eða er ekki komið, eitthvað samskipti og það gæti það sé eitthvað manneskja sem að þið hafi verið í samskipti við áður og það hefur svo hægt eða eitthvað slis í eitthvað tíma, kannski gæti verið eitthvað frá júní eða eitthvað. En það er allan eitthvað svona eitthvað að koma inn. Og ég set tvíburann, hrútinn, bogamann og nautmið og stengið. En ég ætla að fá eitt hérna fyrir ykkur sportryggi. B. Community. You're a powerful creator. Your work blessed everything you touch. Be open to receive sweetness. You are the queen of abundance. Já, það er eitthvað svona mjög sweet í kringum hjá þér sportryggi. Dear love, be gentle with yourself. You heal with the power of love. See the light on all things. Acknowledge your self-worth and grace. Fengu líka hérna. Þetta er svona, þið eru bara komin þarna. Þið eru búin að vera vinna sko bíflugar táknar sko vinnu, skipuleggja og vera að gera og þið eru bara svona búin að ná ykkar takmarki, hámarki, hvað sem er. Þið eru búin að ná ykkar árangur sem þið vildu sjá og núna eru þið bara svolítið svona tilbúin að hleypa ykkur inn eða svona og fara að njóta ykkar einhvern veginn. Þið eru komin á þennan stað að þið viljið svona að fá eitthvað inn eftir alla þessa vinnu kannski eða eitthvað. En það er allan að sko svona félagslega og fleiri sko þá eru þið svona miklu samskiptum, þið eru mikið svona opin fyrir öllu. En við skulum fá hérna meira.
það gæti verið sko ef þið eru í svona samskipti við einhverja manneskju og það er eins og þetta er eins og sé svona svolítið svona bak við tjöldin svona þið viti ekki hvað verðið og hvort þið eigi að enda þetta eða það er ekkert verið að gefa eitthvað svona skýr svör en það er bara eiginlega svolítið að vera svolítið bara opin og ekki áætla eitthvað að sé eitthvað sem er ekki kannski. Og það er svona breytt svona hugafar hjá okkur sem er komið inn. Og þeir eru líka sjálfstraustið og svona líka verður miklu betra ef það hefði verið eitthvað svona niðri og það er þá er það eftir að verða mikið betra fyrir eftir að ná þessu árangri eða það sem þið eru búin að vera að vinna þar sko. Og þetta gæti líka tengst skóla hjá sumum einhver stofnun líka. Við skulum fá að halda áfram. Sportreglan, það er að sjá, sportreglan sjá að vita. Nothing is yet set in stone out of the moon. Og svo believe in the impossible. Hlutum stundum fara oft öðruvísi heldur en maður býst við. Og það er, ég get ekki annað að segja sportreggi að þú ert bara eftir að vera á góðum stað bara næstu 9 mánuði. Hvað meira fyrir sportreggan? Work through your fears. Já, þetta segir mér bara það er náttúrulega svo ég talaði mig líka hjá meginu sko, það er ég held að vera megin það er svona þessi hræðsla sem stoppar mann út af og maður málar einhverja mynd sem er ekki. Við skulum fá eitthvað meira. 5 of Cups. Það er svona einhver eftirsjá og mikið vera mikið horfa á það sem það var og það er svona eftirsjá á margar hluti sko en það er 2 of Cups sem er þeir eru upptekin í að horfa á það sem var og það er eitthvað sem að bíður þín. Og er til staðar fyrir þig. Og það er eins og ég sagði þá áttu von á samskipti frá okkur mannesku ef þið finnst ekkert vera að gerast þá er þetta bara óþolinmæði þín en það er þú átt vona samskiptum og það er svona, það er eins og breaking free. Svona, þetta gæti verið samskipti frá manneskju sem að þú búin að þú hefur verið í samskipti við og svo er þessi manneskja að koma aftur. Og það
verður svolítið svona meira þroskar svona ég var að lesa hérna Wisdom en það er svona samstarf og það er svona já, þetta er eitthvað sem að þið bæði geti svona séð fram á eitthvað og það er allavega einhver manneskja sem að vill gera eitthvað með þér og svoleiðis sko en þú hefur tekið svona ákvörðun að hérna já, svona læra mistökum kannski og vilja svona gera eitthvað svoleiðisbreytingar eða þessi manneskja já, vill svona gera eitthvað breytingar og sýna fram á að hérna eða kannski finnst þér að þú þurfir að sýna fram á að hérna að þú ert tilbúin að gera allt eða eitthvað svoleiðis sko eða öfugt já, ég ætla að fá þetta ég ætla að fá þetta úr þessu hérna en já en það er eins og það er svona ég get ekki séð hvernig hlutinni fara og eitthvað svoleiðis sko er svolítið að hafa áhrif á svona hvað verður kannski viltu fá að vita svör og eitthvað svona strax já, ég ætla að fá eitt hérna fyrir sportdrykkan þið fengu hérna númer 18Q að lesa hérna bókinni þetta er eitthvað svona kínverskt I Ching svona sexliður sem við erum að nota enduruppbygging þú getur byggt upp aftur sem að þú hefur eyðilagt og nú er rétti tíminn til þess vertu ákveðinn, sterkur og óhræddur þótt verkefni vaxi þér í augum þetta er bara nákvæmlega eins og ég var að tala hugsaðu þig samt vel og gerðu þig glögga grein fyrir því hvað þarfnast uppbyggingar en þú verður samt sem áður að vera snöggur því allt hikk getur orðið til þess að þú verður að endurskipuleggja allt upp á nýtt. Þetta er bara svona nákvæmlega eins og ég var að tala það er hérna þú hefur verið í þessu að byggja þig upp og það er samt svona eins og eitthvað heldur aftur að þér að hlutir sé ekki eftir að ganga upp og þessi hræðsla og eftirsjá og eitthvað svoleiðis sko. En það er eins og segir það er bara núna rétti tíminn og þú ert búin að klára fara yfir þennan kafla og nú er sko eins og nú erum við komin í Firehorse og núna er bara meira svona árið og núna er svona meira action hjá öllum. Við erum búin að klára Snake Year sem er snáka árið og núna er meira svona action og hvað er að koma og hvað er að fara og við verðum svolítið meira í svona clarity með framhaldið. Og þetta er englanúmer ykkar 18. Googlið það bara hvað það þýðir, Angel Number Meaning. Og þetta getur verið bara bara líka hjá einhverjum líka bara þetta er annarkvort svona spiritual enduruppbygging eða þá material
og kannski bara bæði. Og þeir eru eftir að sjá árangurum bara núna og hvar þeir eru og þeir verða svolítið meira svona sáttari að hvernig hlutirnir fóru. Eða fara. Já, ég ætla að fá þetta meira. Og það er eitthvað svona guarantee sem kemur inn, meira svona lang tíma sem þú getur treyst á. Og það gæti verið 3 dagar, 3 vikur, 3 mánuðir sem þau getur séð svona árangur. En ég fá meira fyrir sporttryggan. Sporttryggan heitir sjá að lita. Nei, þetta átti að fá svona mikið. Það er Charity og Ten of Pentacles. Ten of Pentacles er alltaf öllu og það gæti verið, það geti verið að þú sért að fá aðstoð frá einhverjum öðru líka, geti verið samstarf með einhverjum, eitthvað svona atvinnutækifæri eða eitthvað og það gæti líka þýtt að eitthvað sé eftir að blómstra varðandi vinnu eða peninga eða eitthvað. Ten of Pentacles er bara best af öllu. Það er eitthvað svona guarantee eins og ég var að segja. Það gæti verið líka óvöndu vinningur hjá einhverjum eða það er eitthvað svona sem kemur inn svona og gengur upp. Það gæti verið líka tengt ykkur láni Happiness. Já. Allavega, þetta er eitthvað sem kemur okkur úr einhverjum erfiðleikum sem að þið sá ekki fram úr, en þetta er eitthvað allt eftir að þetta er eitthvað sem tengist kannski 9 mánuði, það er eitthvað samt 9. En hversu blessað er þetta? Ten of Pentacles og Happiness, þetta er eitthvað æðislegt. Og þetta gæti verið á einhverju líka eitthvað sem bara fara út og njóta sín í sólinni. Kannski planið það. Alltaf annars sportdrykki, það er eitthvað sem þið getið svona eins og mér finnst, svona loksins fara að gera eitthvað svona meira fyrir sjálfan ykkur. En ég ætla að gera þetta hérna. Sjá meira fyrir sportdrykkan. Ten of Swords. Ten of Swords er eitthvað eins og að vera kveðið eitthvað sem var áður og svo kemur þetta High Priestess. Þetta getur verið kannski fréttir af einhverjum líka.
sjá hvað kemur meira. Þetta gæti verið líka já, sko fá bara eitthvað meira. Já, það verður svona eitthvað, finnst það vera meira, kannski ekkert endilega nálægt en eitthvað sem að kemur upp sem að setur svona, gerir smá svona eitthvað bakslag eða svona, þetta er eitthvað svona eitthvað svona fréttir. En þetta er svona eitthvað sem þetta er kannski eitthvað svona ákvörðun líka að losa eitthvað sem var eiginlega orðið svolítið svona drefandi eða getur breyting á vinnu eða eitthvað og svona svoleiðis breytingar líka. Nú skulum sjá hvað kemur meira. Og ég sé hérna það er hérna naut og fíbri. Meja. Já. En þetta gæti verið líka að þetta sé sem er búið að gerast þetta er þetta sem við náum árangur af, sko, það sem við búin að hafa fyrir. Og þessi peningur sem kemur inn eða sem að gengur upp, það er eftir að transformation, allt sem að þið búin að vera að hafa áhyggjur yfir. Og það er bara svolítið svona. Positive movement forward. Og svona. Þetta er svona góða fréttir. Þetta er 81, það gerir svona að það verða 18. Þetta er eitthvað sterk tala hjá okkur núna. Og það er einn er svona fyrir nýja byrjun eða clarity líka. Sjá betur úr hlutunum og það er svona 8 er, hjólinn er farin af stað. Og balansina. Þetta er temperance líka, hérna búamaður hérna. Og stundum kemur eitthvað upp á sem að við þurfum að laga til í kringu hjá okkur og þá förum við gegnum einhverja erfiðleika af því við getum oft bara verið svona föst einhvers staðar í sama farinu ef við hérna stundum þurfum við að svona hreinsa til í kringum hjá okkur.
Hvað segir Alice in Wonderland? Nei, þetta fá við á þessu. Hvaða með ástina? Sem þeir eru að hugsa sportdrykkir að hugsa hvað með ástina sem sportdrykkir að hugsa Passion. Insane chemistry. Já, það er einhver hérna sem er að sýna eitthvað mikið áhuga og það er svona að báða boga. En ég sá líka Not Today að það er eitthvað það gæti líka þýtt eitthvað svona one night stand eða eitthvað sem er að hugsa til. Making healthy choices in love and life, self-love, self-care, being happier. Þetta gæti verið manneskja sem að þið hafi átt samskipti, eitthvað svona passion nights við eitthvað og það er mér finnst eins og báðir aðilar sem vilja það sama. Svo kemur þetta aftur. Þetta verðist bara koma til eitthvað. Not today, not dealing hurt, awaiting conversation, cold person, boundaries, still angry. Og það gæti verið eitthvað svona ennþá í gangi sem er að hafa áhrif á sambandið eða eitthvað eitt viðbót. Notum á. Það er svona frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, jealousy. Já, og það getur verið þessi hræðsla að sé eitthvað annað í spilinu og sé eitthvað koma eitthvað annað eða svona, já, þessi hræðsla að þetta sama fari aftur en mér finnst að það er bara eins og ég sé bara svona utanlandsferð bara eitthvað að vera að gera saman eitthvað og svona njóta saman. En ég er að fá eitthvað frá Alice in Wonderland. Eitthvað meira fyrir sportdrykkan varðandi ástina. Og gæti hafa verið sko eitthvað svona annað í spilinu líka sem er komið upp á kannski. Ekki vita hvað það vilja. The world. En það er kannski eitthvað svona plan eitthvað svona að skoða heiminn. Nýja slóði kannski líka. Fara á annan stað. Four of Wands. Já, það er eitthvað svona stress og kvíða og þetta getur verið líka húsnæði og hvað á að gera, hvert á að fara og eitthvað svona Já, en þetta er bara því hvað sem kona eða karl þá þið rosalega mikið í tilfinningu og tengt sjálfan ykkur og þið svolítið svona að yfirkoma bara svona past
heartbreak, svona, verður það svolítið svona er svona að vinna því, skilur, og í raun og veru, sko, hafið þið svolítið bara tengst sjálfum ykkur gegnum þessa áskoranir sem hefur gengið gegnum og þið High Priestess þetta líka við hlið ykkar og hún er einstaklega, sko, tengd sjálfa sér og hlustar á innsæðið sitt og svona og það sem er verið að segja henni og hún getur verið skyggn og hún getur verið svona í góðu, já, bara leiða maður í góðu jafnvægi þá tengist maður sjálfur sér og það er bara hérna fram á við þá annarkvort er það út karl þá er þetta og kona innan sem að útgift eða giftur eða er alltaf bara í samband við. Þú fyrir eftir bara hvar þú ert í lífinu. Og það er eitthvað svona garanti að koma inn. Get ekki annað að sé það. Og já, bara mjög gott. Get ekki annað sagt, það er nautmið og stengið þarna og sportryggi, getur verið einhver sportrygginu líka sem er í kringu hjá okkur. Týpri, vaspri. Það er eftir að koma samskipti frá þessari mannesku sem að líka svo voru í sambandi við eitthvað. En ég ætla að láta duga. Bye.